Æ, ég er hérna með afa mínum og við erum núna að fara að spyrja spurningar. Hvenær fæddist afi? Já, ég heiti Emil Theodór Gunnarsson, ég er afa Þorsteins. Hvað sagði, Hvenær fæddist þið? 7. janúar 1945. Jú. Ég er 80 ára gammal. Eins og bara, hvernig var æskaðin? Hvernig varst þér æskaðin? Sem krakki? Hún var bara fín, ég bara var það með Vesturbænum í Reykjavík, Nesveginum og það voru mjög margir sem áttu heim í alvegis húsum. Það var kallað Sænsku húsin og þarna voru allir mínir vinir og við vorum margir á sama aldri og þannig að við fórum alltaf samferð í skólan. Við vorum í Melaskólanum, svo fórum við í Hagaskólan, svo skiptist nú hópurinn svolítið, en æska mín var bara mjög fín. Við vorum sást í KR, spilum þar þegar við vorum litlir, alveg þangað til að við komast ekki í ruslið og við vorum svo lélegir. Og við erum komin á næstu spurningu. Hvað gerðir þú leiddist sem krakki? Mér leiddist? Jú. Já, við vorum alltaf krakkarnir alltaf að leika okkur í aðalega voru við fótbolta og svo var ég reyndar svolítið svona leiðilegu krakki. Ég var svolítið erfiður. Já, varstu smá prakkari? Varstu prakkari? Prakkari? Prakkari. Prakkari, já, við vorum allir prakkarar sko. Við vorum að hanga aftur í bílum og svona sem að menn átti ekki að vera að gera og stóra auðvitað. En það sem ég skar mig að svolítið leiti úr frá hinum strákunum að ég þurfti alltaf að hafa eitthvað að gera. Ég gat ekki verið án þess að hafa eitthvað fyrir stafni. Og þá fóru foreldrarnir mínir að einhverja með mig til læknis og hann sagði að hann verður að hafa eitthvað að gera. Hann verður að hafa eitthvað viðfangsefni. Og því ég var svolítið músikalskur og þá keypti ég þetta með harmóniku. Já. Og ég byrjaði snemma að spila á harmóniku og hafði mjög gaman að því og ég fór til kennar og var 7 ára gamall þegar ég byrjaði að læra á harmóniku. Já, Karli Jónatansinni harmónikuleikara. Já. Og var mjög góður. Endalega var ég æfði mig allan daginn, sko. Ef ég var ekki í skólanum eða láta illa eða eitthvað, þá var ég að spila harmónikuna, út og inn. Já. Og endaði með því að ég komst upp á Arnarhólstún, þannig að þegar ég var 11 ára, spilaði þar á 17. júní í barnaskemmtinu Arnarhólstúni að 11 ára gammal. Já, ég með myndaði, ég með svona, ég ramma svona. Já, þetta myndaði ég með. Já, mamma er með. Já. Þetta var náttúrulega kannski þess að ég hefði aðalega ofan af fyrir mér og svo var ég náttúrulega sendur í sveit eins og margir krakkar. Og þá misti maður að því að vera í fótboltanum og mamma gæti að spila nokkra leikja á vorin og haustið þegar maður kom tilbaka, svona í ágústmánuði. Já. Og þannig að tíminn leið fljótt og svo byrjaði bara skólinn aftur og bara same shit different day. Svo verð ég að segja ykkur frá því að við strákarnir í Vesturbænum vorum allir í KFM. Fórum á hverjum sunnudegi, tókum strætó nr. 2 niður á Torg og upp á 8 mannsstíg þar sem KFM var. Og svo þannig að var ægilega gaman, sungið mikið og hlusta á mennina. Svo þegar KFM var búið, 2:30, þá fór öll strallan og harða veifin niður af 8 mannstíginn og inn í nýja bíó, eða gamla bíó. Og þar sáu alltaf Rodgers-myndir og við vorum alltaf að horfa á sömu myndirnar. Þannig að sunnudag eftir sunnudag fórum við í KFM, svo í 3 bíó og svo í hléi
og voru verið að skipta á hasablöðum og andresblöðum menn voru býtta. Þannig að viltu býtta á einu andresblaði fyrir rörsblað? Já. Þetta er rennislegt og fínt. Það er svona, voru misjafnlega vikið svirði hvað voru vel með farin með illa farin. Þetta var hverjum einasta sunnudegi allan veturinn. Það var mikið að vera, þar voru ekki nefnir símar, það var ekkert vídeó, ekkert sjónvarp, bara láta illa. Og þú sagðir hann á að sendur í sveit. Hvað sem sendur í sveit? Ég var sendur í sveit til afa og ömmu og Seyðisfirði. Já. Og það er mjög gaman að vera þar, það var nóg að gera og mikið að hjálpa að hafa heiskapinn og svona með dýrin en það var ég var eini strákurinn hérna á sveitinni sem var á Reykjavík. Það var mér alltaf kennt allt sem fór úrskeiðis það var til dæmis að það var gamall maður, eldri maður sem var fekk að vera á bænum og var kennari á Reykjavík og hann fekk lána trillu, mótorbátur, lítill, hann var bara einn á honum. Hann fór út í það sem við kallum fjarðarkjeftin. Fjarðarkjeftur? Já, það er fjarðarkjeftur þegar fjörðurinn endar og úthafið tekur við. Og það var einu sinni að hann, oftar hann fór alltaf var gott auður. Og svo var einu sinni að hann, vélinn bílaði hjá honum út í fjarðarkjefti. Og hann var bara vaggandi þar einn í öldunum. En það var sem betur fleiri bátar, svona skektur eða trillur sem voru í kringum hann og hann veifaði þeim og þeir dróðu hann í land. En svo var spurning út af hverju draf vélin á sér. Og þeir vildu meina það að það hefði komið sjór í bensínið. Og vitið hverju var kennt að hafa gert það? Mér náttúrulega, ég var frá Reykjavík. Það var með mestu vitlýsingarnir og brjálæðingarnir þeir voru það. Hver var fyrsta vinna þín og hvenær byrjaði að vinna? Þegar ég svona hugsa með aðeins þá held ég að það hafi verið fyrsta vinnan að verið því að ég var 7 ára að mamma vann í kjötbúð sem var lítil kjötbúð í Svartaskjólinu og það vantaði sendil í búðan þess að fara með vörurnar heim til fólksins og mamma spurði hvort ég get ekki verið sendill þarna og þegar fannst ég að vera full lítill að ég kunni ekki sem gefa tilbaka góða meira en þetta var stórt svart hjól með bögglabera framan á þungt og ég gæti alltaf hjólað á því en við gerum það samt svo man eftir að ég fór einu sinni með sendingu af kjöti í svona bréfpoka niður á Bárugötu þá þurfti ég að keyra niður allan Kaplaskórsveginn þá voru veginir ekkert malbyggaðir, það var bara malarvegir, holóttir fram hjá Káraheimilinu og út á Túngötu og upp í Bárugötuna en á leiðinu á Kaplaskórsveginum þá datt ég á hjólinu og kjötið fór pókir uppnað og kjötið fór út allt og ég þetta var að reyna, þetta var svona lærisneiðar og ég var að þurrka lærisneiðarnar eins og sandinn úr lærisneiðarnar á peysinu minni og reyndi svo að setja öll í pókan og þannig að ég svo hjólaði bara með þetta heim og ég held að konan brjálaði og sagði þetta nú var ekkert að skoða þetta í pókan þannig að ég slapp alveg á þess að það vera skammaður. Þetta var svona fyrsta minningin af fyrstu vinnunni. Fannst þið borga fyrir að vinna? Já, borga fyrir, annars hefði ég ekki farið að vinna. Já, bara þú var 7 ára, veistu bara hversu mikið. Og pabbi var alltaf rosalega duglegur að útvaða með vinnu. Alltaf leið og skólinn var búinn, þá var ég komin í vinnu. Og hann reyndi einu sinni mikið að koma mér á sjóinn
Já. Hann vildi endilega að ég er sjómaður, af því að hann var frá Seyðisfirði. Já, já. En sem betur fyrr, hann komst ég aldrei á sjóinn. Það var eins gott að þetta var svo rosalega sjóveikur. Já.